Það sem að gerir góðan smala að þú geta lesið kindurnar rétt. Bestu smalarnir eru ekki með neinn hávaða nema nauðsyn ber til. Og þeir sjá kindurnar í langri fjarlægð og reyna að komast í talfæri við kindurnar. Áður en þær verða eitthvað hræddar og tala við þær og kanna viðbrögðin áður en að færa sig svo nær til að reyna að stýra þeim. Svo gengur þetta náttúrulega alla vega eins og annars sálfræði lestur en þetta er mikið atriði að lesa fyrstu viðbrögð kindanna við hljóðum í návígi. Það geta allstaðar verið kindur og þær eru allstaðar á bak við hæðina og það þarf að hafa mjög góða athygli til að þetta gangi vel. Og svo hlaupa þær í klett. Hún komast hvergi meir. Þá er maður með snöruna og getur kastað á þær og kippt þeim upp úr og reynt að halda áfram. Þetta er náttúrulega bara eins og aðra skepnur, margs konar karakterar. Og það eru lúmskar líka og það eru til kindur sem að þú spjallar svona við þær og þær standa bara upp í rólegheitunum og rölta bara af stað og svo kemur þú upp á hæðina þessar hurfu, þá eru þær á harðalaupum í einhver allt aðra átt af því að þær fatta það að þær geta leikið á því og náð forskoti með því að hlaupa staðleiður konar í hvarf. Stundum verða þreytta bara eftir 2 mínútur en stundum þarf korter eða upp í klukkutíma. Ef maður er búinn að þjálfa sig allt árið þá er þetta aldrei vandamál, maður nær þeim alltaf.